Komið sælar og blessaðar, kæru Vogir. Það er komið að Voginni og ég ætla að lesa fyrir júlímánuð. Það er auðvitað búið núna vika af mánuðinum, en það kemur ekki að sök. Þetta getur verið líka bara aðeins fram í ágúst. Tímasetningin er ekki það nákvæm. Ég er búin að draga fyrir ykkur þessi spil, kæra Vog, bara hreinlega til að spara tíma. Þetta er lögn sem er kallið síkunarlögnin og hún tekur smá tíma að fara yfir. Þannig að við skulum bara byrja. Ég skynja depurð hjá okkur, kæru Vogir. Það er eins og einu tímabili sé að ljúka og annað er að taka við. Og það fylgja því svona ákveðnar tilfinningar. Þemaspil mánaðarins sem ég tók fyrir ykkur er einstaklega fallegt og ekki alveg hvernig ég á að þýða þetta. Þetta er í raun og veru sacred sem er eitthvað sem er heilagt. Og reverence er einhvers konar æra, heiður, viðurkenning. Heilagur heiður. Ég skynja ofsalega sterka andlega tengingu með þessu spili. Og það að þessar hendur mynda hjarta finnst mér segja mér það að það er mikill kærleikur hérna til staðar og þetta eru 2 hendur og fyrir mér eru þetta eins og 2 sálir, 2 manneskjur, eitthvað tvennt sem er að sameinast hérna í kærleika. Lykillinn getur táknað að einhvers konar leyndamál verður opinberað í júlí eða að þið fáið lykilinn að einhverjum viskubrunni, skulum við segja, já, eða vitneskju. Og það er einhver úrslit hérna, einhver útkoma í þessu spili sem þið hafið beðið lengi eftir. Mjög fallegt. Ég ætla að geyma það hérna á meðan ég les fyrir ykkur. Ok. Ég verð að segja ykkur bara eins og ég er svolítið bara með gæsahúð. Það er ykkur mikil falleg og öflug verki hérna í lestrunum ykkar, kæru Vogir. Ok, ég byrja á því sem að þið eru að fást við þessa dagana og í júlímánuði. Það getur verið atvinna, einhvers konar viðfangsefni, tómstundir sem að þið eru niðursoknar í, allavega það sem að þið svona dílið við dagsdaglega. Og þar sé ég mikla breytingar. Mikla breytingar sem eru að eiga sér stað eiginlega bara akkurat núna og svona þessa dagana og næstu. Eftir óvissutíma. Það er eins og þið hafi verið í óvissu. Ef þið vill ekki alveg vita hvert þið hafið átt að snúa ykkur. Margt að gerast sem hefur ruglað ykkur í rýminu og þið hefur kannski ekki alveg verið svona andlega staddar, kæru Vogir, þar sem að þið hefðu viljað. Ykkur hefur skort upplýsingar og hafið ef þið vill verið að bíða eftir því að málin myndu skýrast. Það er komið að því núna og það er bara nokkurs konar endurfæðing. Það eru miklar sviptingar, miklar breytingar. Þið gætu verið að
að því þetta er viðfangsefnið ykkar, vinnan ykkar, þið getur verið að skipta um vinnu, þið getur verið að hætta í vinnu eftir langan tíma, langt tímabil þar sem þið hafið unnið. Skipta um vinnustað eða kveðja vinnufélaga. Það er líklegra að þetta sé vinnustaður sem þið eruð að yfirgefa frekar en að þið séu að breyta innan vinnustaðarins. Þessi orka hefur í för með sér breytingar á fleiri sviðum og margar ykkar kæru vogir sem eru að hlusta getur verið komnar á þann tímapunkt að þið séuð að hætta að vinna eftir langa starfsævi. Og þar skiptir aldurinn ykkar í raun og veru ekki máli því fólk hættir á ýmsum tímapunktum eða hefur tök á og fer að sinna meira sínum hugðarefnum eða rækta sjálft sig andlega. Þannig að mikla breytingar í gangi og ef ég þekki ykkur rétt þá reynið allt sem ég geti til að halda jafnvægi í þessu umróti. Já, annað sem að þeir eru að hvísla að mér hérna er fyrir einhverjar ykkar er andlát hjá ykkar nánustu sem að hefur svo í för með sér ákveðnar breytingar. Ok, undir lok mánaðarins í kjölfar þessara breytinga í hvaða formi sem þær nákvæmlega eru fyrir þig, kæra vog, þá standið frammi fyrir vali. Það gæti orðið val að fylgja hjartanu eða fylgja skynseminni. Og ef þið vill tengist þetta val sambandi, ástarsambandi eða sterku vinasambandi, þessar breytingar allar gætu haft í för með sér að þið þurfi að endurhugsa eitthvað samband ef þið vill að ganga út úr einhverju gömlu og inn í eitthvað nýtt. Og það gæti tengst vinnunni ykkar eða því sem að þið eru að fást við. Ok. Næst skoðum við heimilið ykkar og svona ykkar grunn þarfir. Innan heimilisins geta verið fjölskyldumeðlimir og það getur verið líðan ykkar líka. Heimilið er jú okkar griðastaður flestra. Það sem ég sé fyrir ykkur kæru vogir er þetta sem þið eru svo góðar í, að ykkur hefur tekist að halda góðu jafnvægi innan heimilisins. Þarfir ykkar og þarfir annara, þeim hefur verið mætt og þar hafa verið svona falleg samskipti. Vogin er ákaflega illa við deilur og erfiðleika og það sýnir sig hérna í því að innan heimilisins eða fjölskyldunar ykkar, ef það hefur verið til staðar, þá hefur tekist að vinna nokkuð vel úr því með sáttum og fyrirgefningu. Allavega eru þið núna að koma út úr góðri stöðu varðandi þetta. Í augnablikinu eru þið að nýta bara ykkar sterku hliðar til að allt gangi vel á heimilinu. Það er ekki allir ykkar með
ekki öll ykkar, nei hvað maður að segja, ekki allar ykkar kæru Vogir með stóra fjölskyldu, ef þau vill er partur af ykkur sem býr einn. Og þið eru svolítið með bara alla hluti á hreinu, skulum við segja. Það er mikil drifkraftur í ykkur og þið gætu jafnvel verið að huga að því að gera breytingar hvað þetta varðar. En allavega virðist líðanin ykkar vera góð og þið eru kraftmiklar, kæru Vogir. Hvað þetta varðar núna í lok júlí og framundan, þá eru þið svolítið í pattstöðu, eru svolítið bara svona melta fyrir ykkur, skoða málin og ekki alveg vissar hvað þið viljið. Og það eru breytingar líka hvað varðar þessi mál, heimilismálin, alveg eins og á vinnusviðinu. Það er alveg óþarfi að taka ákvarðanir bara 1, 2 og 3, gefið ykkur bara tíma til að íhuga hvað það er sem þið virkilega viljið. Næst er það hvað þið þráið, langanir ykkar og hvernig heppnin spilar þar inn í. Í stuttu máli má segja að það búið að vera eitthvað basl þar. Hlutir hafi ekki alveg gengið upp eins og þið hefði viljað og það sem þið hafið þráð hefur kannski stangast á við veruleikan. Ef til vill hafið þið hingað til ekki haft tækifæri til að svona fylgja ykkar löngunum og það hefur verið pínu barátta milli hjartans og raunveruleikans, skulum við segja. En þið eruð að setja þetta tímabil á bak við ykkur. Þetta er búið að taka sinn toll af ykkur og ykkur hefur kannski fundist að heppnin hafi ekki verið með ykkur í liði. Þið eru búin að vera, kæru Vogir, að leggja mikla áherslu á fjármál og allt vinnutengt og allt varðandi efnisveruleikan. Og þar eru þið, má segja, á grænni grein akkurat í dag. Framundan er tími hvíldar. Það búið að vera svona törn sem að hefur þreytt ykkur svolítið. Og þið hafið ef til vill ekki haft tíma, í svolítinn tíma til að huga að því hvað það er sem ykkur virkilega langar. Svona ykkar þrár. Þannig að hvíldin er eiginlega svarið við því og sem sagt hvíld og íhugun og það að þið svona lítið aðeins inn á við og skoðið hvað það er sem þið viljið. Ef til vill er það partur af löngunum ykkar einhverja að hreinlega fá smá hvíld og frí. Og það er á næsta leiti, þannig að þá getið þið byrja að undirbúa okkur undir það að fara að taka einhvern smá pásu. Svo er það vinir og stuðningsnetið ykkar. Það getur verið fjölskyldumeðlimir líka. Þetta er svona ykkar nánustu og þeir sem að þið leitið til þegar eitthvað bjátar á. Ég sé að þið eigi marga kunningja, skulum við segja. Aftur á móti ekki endilega marga nána vini. Þetta á auðvitað ekki við ykkur allar, kæru Vogir, en það hefur komið fyrir þegar þið hafið þurft á einhverjum að halda, að þið hafið ekki alveg vita hvert þið hafið átt að leita. Og oft á tíðum æxlast það þannig að þið dílið við málin einar. Í dag finnst mér þið aðalega stóla á ykkur sjálfar, kæru Vogir. Og
það svona íhugunartími hjá ykkur svolítið varðandi þetta. Þið velti fyrir ykkur hvort að þetta sé staða sem þið viljið vera í. Eða hvort að það sé eitthvað sem þið geti gert til að breyta þessari stöðu og ef þið vill verða nánari, já, kannski fjölskyldun ykkar eða vinahópnum. Þessar pælingar, þessar hugsanir eiga eftir að verða til þess að þið munuð uppskera í vinahópnum ykkar. Ég er svolítið hikandi þegar ég segi þetta vegna þess að mér finnst svolítið erfitt hérna að greina á milli vina og fjölskyldu. En allt í lagi, ef til vill eru vinir ykkar bara mestmegnis innan fjölskyldunar eða henni tengdir. En ég sé ykkur hérna framundan undir lok júlí og fram á sumarið vera meira í því hlutverki að gefa til annara heldur en að þiggja. Það þarf ákveðið jafnvægi á þessum hlutum, sérstaklega þegar maður er vog, því að það skiptir ykkur máli og ef til vill hefur svo lítið hallað á annan aðilann í vinasamböndum ykkar hingað til, af því að þetta er eitthvað sem kemur hérna upp. Ef til vill hafið þið verið meira að þiggja frá öðrum og hafið lítið verið að gefa af ykkur sjálfum. En það er sem sagt að verða breyting þar á sem er að vissu leyti ákveðið þroskamerki fyrir ykkur, kæru vogir. Og það er þetta með jafnvægið sem kemur aftur og aftur hérna upp í lesningunni ykkar, í lestrinum ykkar. Hér til dæmis og hérna sjáum við vogina aftur og aftur. Síðan er mikið jafnvægisspil aftur hér og svo lokaspilið ykkar sem er nú stærsta jafnvægisspilið og sem er ykkar háspil í tarotstokknum. Þannig að jafnvægi er það sem þið sækist eftir og jafnvægi sýnist mér verða það sem þið fáið á flestum sviðum lífs ykkar núna í júlí og í sumar. Ok. Það er eitthvað sem gerir það verkum samt akkurat núna sækið í einveru og ef til vill eru aðstæður bara þannig og það er ekki fyrir undir lok mánaðarins sem að það breytist. Ok. Þetta voru vinirnir, ef til vill fjölskyldan. Nú erum við komin í ástina. Sambönd, ást, náinginni, rómantík og svona það sem er meira en vinátta. Kæra vog, það sem að ég sé fyrir ykkur í fortíðinni, það sem er nýbúið að vera og þið eruð að stíga út úr, er að þið hafi verið bara sjálfum ykkur nógar. Ég sé ykkur fullar af krafti, fullar af atvinnu þreki, skulum við segja. Þið hafið haft í mörg horn að líta og verið mikið svona að sinna málefnum þar sem að rómantík, ást, samband við aðra hefur ekkert verið mikið upp á borðum og ef til vill er það bara vegna þess að það hefur hentað ykkur bara vel að vera einar, kæru vogir, og treysta bara á ykkar styrk og ykkar stöðu. Og í dag eru þið hreinlega bara ekki að nenna öðru fólki. Þið eru svolítið að loka á aðra og
ef til vill eigið einhverja bitra reynslu að baki sem veldur þessu, en ást og rómantík er ekki það sem er upp á pallborðinu hjá ykkur akkurat þessa dagana. Sko, þetta viðhorf ykkar breytist leið og þið farið í frí eða farið að sinna öðrum hlutum heldur en því sem þið eru að sinna í dag. Þá á þessi einvera eftir að bögga ykkur meira heldur en hún gerir akkurat í dag. Það læðist að ykkur svona þessi leiðinda tilfinning það að vera einmana eða að vera hafður út undan, að hafa ekkert að gefa öðrum eða svona, já, þetta er eiginlega svolítið svona minnimáttar tilfinning. Ef og þegar þetta kemur upp, þá er ekkert annað að gera en að bara horfast í augu við þessar tilfinningar, viðurkenna þær og spyrja síðan sjálfa sig hvað get ég gert til að breyta þessu. Því að eins félagslyndar og þið eru, kæru vogir, þá eru þið alls ekki alltaf típan sem er tilbúin í þær kröfur sem þarf til að vera í nánu sambandi og þær skuldbindingar sem þið þurfið að taka ykkur á herðar til þess. En þetta er tímabundin staða, við erum bara að kíkja á júlí hérna rétt rúmlega, þannig að ekki örvænta, kæru vogir. Það næsta sem við kíkjum á eru plönin ykkar, áætlanir og markmið sem þið hafið ef þið vil sett ykkur. Margar ykkar hafið skrifað þetta hjá okkur í bók. Það kemur ekki á óvart að sjá að þessi plön hingað til hafa tengst fjármálum og þið hafið einsett ykkur að vinna að ákveðnum upphæðum eða setja ykkur ákveðið takmark varðandi vinnu. Og margar ykkar skiptir miklu máli, kæru vogir, að vera sjálfstæðar í vinnu. Og það er svona hluti af því sem þeim takmörkum sem þið hafið sett ykkur. Í dag er meginparturinn ykkar bara á þeim stað sem þið vilja vera á. Og alveg eins og ég sagði hérna í upphafi, varðandi atvinnu eða viðfangsefni ykkar, þá eru þið að gangi gegnum breytingatímabil núna. Þið eru búin að ná ákveðnum takmarki sem þið hafið sett ykkur og eru að klára ákveðin kafla og síðan mun eitthvað nýtt taka við. Og hérna framundan eru þið svolítið á tánum að skoða hvað kemur til ykkar. Þið eru með eyru og augu opin og hlustiði eftir þeim skilaboðum sem að koma, því að þar felst eitthvað í þeim fyrir ykkur, kæru vogir, eftir að þessum kafla sem nú er búinn, eftir að honum lýkur. Síðan er það svona það sem er ykkur og hefur verið ykkur í lífinu, hjartans mál. Hvað viljið þið fá út úr lífinu? Hvað persónulegu svona takmörk hafið þið? Og hverju hafið þið leitað að í lífinu hingað til? Og aftur kemur mér ekki á óvart að sjá að svona ykkar hjartarsmál er tengt atvinnu og líka tengt því að vanda ykkur við allt sem þið gerið og taka ykkur fyrir hendur
að vinna vel og að vinna vel saman með öðrum líka og að ná árangri annarkvort einar eða í samvinnu við aðra og að fá hrós og viðurkenningu. Það eitthvað mjög mikilvægt, hefur verið mjög mikilvægt hingað til. Í dag finnst mér eins og þið spái meira í hvað ég að segja, mjúkumálin. Þið eru búin að finna út þennan innri styrk sem þið búið yfir. Þið eru búin að kynnast honum dálítið vel og getið nýtt ykkur hann í ykkar daglega lífi. Og þið eru búin að komast að því að það ekki alltaf harkan eða nefinn sem leysir málin, heldur oft það að vera blíður og sýna skilning. Þannig að það svona breyting á viðhorfum sem hefur orðið hjá okkur og þetta hefur verið ákveðin uppgötvun og þetta hluti svona af persónulegum takmörkum ykkar og því sem þið viljið fá út úr lífinu. Það að geta nýtt þennan innri styrk og þessi innri visku. Svo endið þið lögnina hérna á spilinu ykkar, réttlætisspilinu, réttlætisvoginu, jafnvæginu, sem segir mér það að svona í lok júlí og fram eftir sumri munið þið vera bara nokkuð sáttar við ykkur sjálfar, kæru vogir, og þið munið fá fullvissu það að þið séuð á réttri leið og þið séuð að gera það sem ykkur ætlað að gera, það sem að svona það sem færir ykkur mesta ánægju, skulum við segja. Og þetta spil segir mér líka að þið eru búin að vera ansi naskar í því að leysa ykkar mál, leysa erfiðleika sem þið hafi gengið í gegnum hingað til, gera upp svona álitamál eða mál sem hafa ekki alveg kannski farið eins og þið ætluðuð. Og ég skynja svona í heildina bara sátt yfir því hvernig staðan ykkar í dag og þessar breytingar sem ég minntist á hérna í upphafi. Ég fæ ekki annað séð og skynja en að þið séu bara mjög spenntar að fara að byrja á nýju tímabili. Við verðum litið hérna á þemaspilið ykkar aftur. Það eitthvað óendanlega fallegt að fara að gerast hérna hjá okkur í sumar. Tengist þessum breytingum öllum og því nýja sem að fara að taka við. Ég ætla ekki að fara að endurtaka mig með því að segja hlutina aftur. Það svona auka skilaboð sem ég fæ hérna eru margar ykkar kæru vogir gætuð átt 2 föst sambönd að baki, 2 hjónabönd jafnvel sem að hafa svona sett sterkan svip á ykkar ævi, skulum við bara segja, eða ykkar líf. Og í bæði skiptin hafið þið verið ólíkir einstaklingar sem að hafið ekki sóst eftir því sama úr lífinu og þar hefur verið ákveðið ójafnvægi.
Það eitthvað í dag sem að þið eru búin að vera að vinna úr varðandi þessi sambönd sem að svona að leysast. Þið eru kannski að sjá hlutina í öðru ljósi og eru að sættast betur við hvernig hlutirnir voru og að taka lærdóminn af þessum samböndum og nýta ykkur hann í hag og sættast við hann. Þetta var eitthvað sem ég þurfti að koma að hérna. Síðan skulum við kíkja aðeins á nokkur spil í viðbót áður en við slúttum. Þið fáið hérna spil sem að segir hreinsun. Júlímánuður getur verið góður mánuður til að hreinsa til. Það getur verið tengt líkama ykkar, einhvers konar hreinsun þar. Þetta getur líka verið að hreinsa umhverfi ykkar. Og svo síðast en ekki síst, svona tilfinningalega að hreinsa svolítið til í skúmaskotum til að búa til rými fyrir nýjar jákvæðar tilfinningar. Áttavitinn kemur hérna til ykkar. Tengt þessum breytingum sem framundan eru og tengt þessu fallega spili sem þið fengu hér. Almættið að stýra ykkur í ákveðna átt og þið skynjið það sem tog, að eitthvað togar í ykkur. Fylgið því endilega því þar brautin sem að þið eigið að vera á. Það eitthvað þar sem að verður ykkur til góðs og þar bíður ykkar eitthvað gott. Þetta tilfinningatengt. Ok. Fylgja leiðsögninni, fylgja þessari guðlegu leiðsögn, innsæið, tilfinningin sem togar í ykkur. Síðan fáið þið hérna spil sem getur táknað tíma, hvenær hlutir gerast, eitthvað sem að ykkur leikur að hjarta sem þið viljið spyrja varðandi tímasetningu. Við skulum sjá. Já, ef þið vill hafa þessir hlutir nú þegar gerst í júní. Einhver byrjun hefur orðið í júní. Ég fæ það frekar en að þetta sé júní á næsta ári. Mér finnst líklegt að þetta sé eitthvað sem farið í gang og muni síðan að halda áfram í sumar. En það þarf ekki að vera í öllum tilvikum. Það allavega í júní virðist vera einhver merkilegu tímapunktur. Tengist kannski að einhverju öðru leyti. Það getur verið einhver manneskja sem á afmæli í júní eða einhverja áætlanir sem þið eru með á prjónunum sem að tengjast júní. En þið vitið það best sjálfar, kæru vogir. Spilin sem hoppuðu hérna til mín eru 3. 1 fór á gólfið. Og þetta eru spil sem að gefa ykkur já eða nei svar eða eitthvað þar á milli.
Þannig ef að þið hafið einhverja spurningu, þá skulið þið bera hana upp núna og við skulum sjá. Við tökum bara all 3 spilin fyrst þau voru svona ákveðin í því að koma fram. Það eru þá kannski einhverja 3 vogir sem eru að hlusta, sem geta tekið til sín svörin. Fyrsta svarið er nei. Svona smá hik og svo nei. Næsta svarið bara alls ekki. By no means. Ok, þetta er frekar neikvætt hingað til. Nú, og 3. svarið hérna, bara nei, farðu, no go away. Þannig að það er 3-falt nei. Ég vona svo sannarlega að þetta sé eitthvað sem að þið hafið við óskað eftir. En annars vona ég að júlí verði ykkur góður mánuður og þessar breytingar verði ljúfar og allt gangi ykkur í haginn, kæru vogir. Þá sendi ég ykkur ljós og kærleika.